Þú ert farin að gera hluti sem að þú vanalega myndir ekki gera. Óráð sem sagt bara einhvað svona skyndilegt hugarástand sem að heilinn fer í við einhverja sérstakar aðstæður. Þú getur verið hræddur, þú getur verið að fá of mikið af lyfjum, þú getur verið í einhverjum aðstæðum þar sem að þú dettur eiginlega í einhvað hugarástand sem að þú veist ekki af að þú ert að fara í. Aðalega þetta eldra fólk sem að lenda í óráði á svona vissum aðstæðum, sérstaklega þeir sem að koma úr svæfingum, þeir sem að koma úr aðgerðum og það getur verið út af þvagfærasýkingum, það getur verið út af ofurlitlum vökva, það getur verið út af svo rosalega mörgu að fólk dettur í óráð. Ég hef verið að skima sem sagt eftir óráði. Ég hef verið að gera sem sagt svo kallað áhættumat á sjúklingum sem að við eigum faktist að gera á hverjum einasta degi til þess að fylgjast með ef að fólk að lenda í óráði. Bara leið og það kemur inn á deild, bara innan við sólarhring og eftir, þá skima ég eftir þessu og reyni að gera hluti til þess að koma í veg fyrir óráði. Þá getum við gripið mikið fyrir inni í staðan fyrir að lendi í að sjúklingurinn bara heilu og halvu dagan í óráð ef enginn að fylgjast með því. Af því það getur verið auðvelt að koma í veg fyrir það líka. Oft fólk kannski bara með að drekka of lítið eða með þvagfærasýkingu eða það þarf bara að komast á klósettið og gerir sér ekki grein fyrir því og það oft svona hreyfingaleysið, þó að fólk sé ekki eftir aðgerðir að lenda í að fara í óráð á deildinni, þá getur það gerst eftir 1 dag, 2 daga, 3 daga. Þess vegna svo mikilvægt að gera greiningu á þessu daglega á sjúklingu. Hann að dotta í miðjum samræðum eða athöfnum, þá haka ég annarkvort stundum eða á aldrei við. Ef hann að truflast auðveldlega af áreiti í umhverfinu, heldur ekki athygli í samræðum eða athöfnum, það skila sér inn í kerfið, annarkvort verður þessi dósnappur hérna, annarkvort hann grænn ef að manneskjan í góðu lagi, hann getur orðið gulur ef að við þurfum að vera svona aðeins vaktandi yfir þessu og svo getur hann verið rauður ef að manneskjan annarkvort í bullandi hættu eða í óráði. Þetta gott kerfi. En það sem við þurfum að gera, það líka að fá starfsmennina sem að vinna saman, sjúkraliði og hjúkrunarfræðingur í teymi, að vera svolítið að vinna í því að hafa þessa hluti alltaf up to date.